Ja, þetta 2-1 tap í dag, hvað þín fyrstu viðbrögð til leikinn? Já, bara svekkelsi náttúrulega að tapa leiknum og mér fannst við ekki eiga það skilið. Mér fannst við verðskulda eitthvað meira heldur en tap en fótbolti er nú oft þannig, hann er brútal og þeir skoruðu 2 stórglæsileg mörk sem verður ekki aðeins tekið. Við fengum fannst mér, við náttúrulega stjórnulegum sem áttum von á, raunum frá upphafi til enda og spiliðum raunum mjög fína 20 mínútur sérstaklega í seinni hálfleik. Fyrstu 20 sköpum okkur þar hellingafærum og hefðu raunum átt að koma okkur inn í leikin eða klára raunum leikin þar. En það er stundum þannig að þú fær algjör döðafæri og nýtið þau ekki, að þú farðar stundum í baki á þér og við fengum það heldur betur. En það er svo sem ekkert við því að ég hefði náttúrulega viljað sjá í báðum mörkunum að það hefði verið meiri press á mennina og það er eitthvað sem við þurfum náttúrulega bara að læra af að gera betur. Það voru þokkalega brattu þegar þú sást hvernig þið byrjuðu sinni áleikin, náðu að jafna fljótlega og fóðu síðan fullt af færi. Já, auðvitað náttúrulega þegar þú lendir undir og tala nú ekki um liðið sem fellir tilbaka og er með fljótamenn fram á að það er ekki kjörstaða að þurfa að vera elta leikinn og það er betri staði fyrir þá að vera konur í 1-0 og geta fallið ennþá meira tilbaka og nota svo hraðan á sínum mönnum. Þannig að það var ekki góð staða, en mér fannst við að halda haus og halda áfram því sem vorum að gera með upplegginu. Ég hefði samt viljað sjá meira í fyrri hálfleik af því að finna svæðið milli miðju og varnar sem við gerum mjög vel í seinni hálfleik og þar leiðandi sköpuðum mikið af því að kantmenni hjá þeim voru meira að taka bakverðin okkar þannig að langa sendingaskipta milli kanta var ekki alveg á. Það var að finna svæðan á milli miðju og varnar og mér fannst við gera það mjög vel í seinni hálfleik enda uppskáru við hellingafærum og hefði náttúrulega að komast yfir, en svona er fótboltinn. Oliver hefur ekkert spilað í vetur og Bamberg er að spila sem fyrsta bara mótsleik hérna síðan hann kom. Myndirðu segja að það væri svona svolítið að slípa ykkur ennþá saman? Já, mér fannst samt vera flottur bragur á liðinu en auðvitað er maður náttúrulega trullu svektur að enda uppi með 0 stig en þetta er það sem gerir fótboltann mjög skemmtilegan að þú getur spilað þannig að þú fellur tilbaka og að þú ert tiltölulega skipulagður og ef menn gera svona 2 glæsileg mörk að þá er allt hægt í fótbolta, það getur farið langt í því. Þorsteinn Már og Eyjólfur viðurkenndu báðir að Breiðablik hafi verið betra liðið í leiknum. Sammála því? Já, ég held að ég sé alveg sammála því en það gefur okkur ekki neitt. Það er ekki nóg að vera betri aðilinn og halda bolta langtímum saman og líka en þá maður getur tekið það allavega út að við erum að skapa færi og við erum að fá færi og það er mjög jákvætt. Annað er það að halda bolta allan tíman og kannski að skapa sér lítið. Það er ágefnin en þegar við erum að skapa okkur færi og með völlin eins og hann er ekki besta ásakomulagi. Þegar völlurinn er ennþá betri, ennþá sléttari þá ætti það að hjálpa liðinu sem er meira með boltan og þannig að við verðum bara að taka það jákvæð út og halda áfram, það er ekkert annað í stöðunni. Einn og grasi hérna undirlega er nú orðið helviti slaft. Myndirðu segja að sé kominn tíma á gervigrasinu í Kópavogsum? Ég myndi ekkert segja nei við því ef við myndum hafa gervigrasi svo Valsarar hafa með sprinklera í því og geta vökvaða rétt fyrir leik og í hálfleik. Það held ég að myndi henda okkar leikstíl mjög vel og líka bara veðurfarin hérna á Íslandi að það er kannski hægt að lengja tímabilið aðeins og ég hugsa að það væri bara að hinu góða en ég stjórnaði þess ekki en ég myndi kjósa það.